Hólma. Fimm umferðir voru í Íslandsmótinu í torfæraakstri, DFF Torfæran hét þetta, og fyrsta umferðið fór fram á Akureyri í talsvert mikilli vosbúð. Þrátt fyrir það mætti talsverður fjöldi áhorfenda til þess að fylgjast með, og þá sérstaklega sínum heimamanni Einari Gunnlaugssyni sem ávallt hefur gengið vel í keppnunum sem haldnar hafa verið í Gryfjunum upp í Glerárdal. Haraldur Pétursson var mættur með nýsmíðaðan Musso. Það hefur mikil vinna farið í það að búa þennan bíl til frá grunni, og ég hitti Harald rétt áður en að keppnistímabilið hófst. Haraldur Pétursson var Íslandsmeistari í torfæru árið 1995 og 96. Þetta voru tvö fyrstu árun okkar á Eurosport. Hann tók sér frí á síðastliðnu ári en hann ætlar að vera með í sumar. Haraldur, hvað er það sem að dregur því í torfærin aftur? Það er náttúrulega óskaplega mikil della, og svo ég er nú að þeirri skoðun að Íslensk torfæra eigi eftir að verða eitthvað í framtíðinni og langar að taka þátt í því. Davíð, er þetta draumaverkefni? Þetta er búið að langa smíða þetta í svolítið nokkur ár svona. Teiknaði þú bílinn sjálfur? Já. Og út frá hverju gengur þegar þú teiknar svona bíl? Er þetta út frá þeim hreyfingum sem að þú hefur séð í torfærinni á undanförnum 10 árum eða sækjur aflar þér þekkingar annars staðar? Þetta er náttúrulega svona stóli héðan og þaðan. Þetta er náttúrulega eitthvað, þetta er ekki verið að finna neitt upp. Sagði Davíð Ólafsson, aðalhönnuður bifreiðarinnar. Hins vegar gekk ekki sem skyldi í upphafi keppnistímabils, enda voru fyrstu keppninnar í raun tilraunaakstur á þessari bifreið sem að hefur mjög mikla sporvita framan, miklu meiri heldur en að aftan, mjög öfluga 6-strokka vél. Hins vegar gerist þetta hvað eftir annað í upphafi að bílinn lyfti sér að framan, þannig að Haraldur gat ekki stýrt honum þangað sem hann átti að fara, og þar að auki þá tók bílinn upp á því að velta í ólíklegustu aðstæðum. En þeir félagar hafa gert gagngera breytingar á þessari bifreið sem þó fer best á vatni af öllum torfærubifreiðunum, enda vegur hann ekki mikið. Það er nokkuð ljóst að Haraldur Pétursson og Davíð Ólafsson verða skæðir á næsta ári. En keppnin á Akureyri einkenndist meðal annars af þessu. Mestmegnis voru þetta myndir úr fyrstu þraut þar sem að hver keppandinn á fætur öðrum velti bifreið sinni. Aðeins einn keppandi komst þarna upp og það var Ásgeir Jamil Allansson. Og það í raun gerði það að verkum að Ásgeir Jamil Allansson sigraði í þessari fyrstu umferð, og mun þetta vera í fyrsta sinn frá því að keppnin breyttist þannig að keppendur kepptu allir í sömu brautum að bifreið úr götubílaflokki náði sigri. Í umferð nr. 2 sem framfór við Jósefsdalinn lenti Gísli Gunnar Jónsson í vélavandræðum. Ásgeir Jamil Allansson hafði ekki afl né grip til þess að fara upp bröttustu brekkuna. Þannig að þeir tveir blönduðu sér ekki í toppbaráttuna, og þegar komið var að síðustu þrautinni þá var það Sigurður Arnar Jónsson
sem var í forystunni og hann atti kappi við Gunnar Pálma Pétursson, Íslandsmeistari í götubílaflokki til margra ára. Og hér slapp Sigurður Arnar Jónsson vel frá þessari þraut. Hann fékk ekki öllu þau refsistig sem hann hefði hugsanlega átt að fá hér. Það er mitt mat. Og Gunnar Pálmi þurfti 280 stig til þess að ná sigri. Hann náði hins vegar ekki með 250 stigum og varð að láta sér annarsætið duga að þessu sinni. Einar Gunnlaugsson lenti í 3. sæti og Ragnar Skúlason í 4. og þarna var lítill munur. Einar Gunnlaugsson lenti hér í því að bifreiðin drap á sér. Komið sér sigur á óvart? Já, eiginlega. Vegna þess að ég er alveg á nýjum bíl og ekkert búinn að keyra hann að ráði og vissi eiginlega ekki alveg svona hvernig þetta myndi fúnkera. Gunnar Pálmi, þetta gekk heldur betur heldur en í fyrstu umferð? Já, en það menn vel undirbúnir. Það gengur allt upp. Er munurinn að minnka á milli flokka eða þessi bleita að hjálpa ykkur sem að var í gær? Nei, ég held að við þekkjum bara bílina betur, það sé svo einfalt. Við keyrum meira. Og staðan í Íslandsmótinu að loknum 2 umferðum. Ásgeir Jamil Erlandsson hélt forystunni með 26 stig. Einar Gunnlaugsson var kominn upp í annað sætið með 24 stig og Gísli Gunnar Jónsson með 23 stig í 3. sæti. Og fyrsta þrautin á Akranesi í 3. umferðinni reyndist mönnum erfið. Við sáum Harald Pétursson velta niður þessa brekku áðan. Gísli Gunnar komst ekki upp, heldur ekki Einar Gunnlaugsson og þá var komið að Sigurði Þóri Jónssoni. Hann velti illa hérna og keppnin tafðist 20 mínútur. Það gerði það að verkum að Sigurður Arnar Jónsson mætti til keppni á réttum tíma eftir að hann hafði verið fyrir vélabilun rétt áður en að keppni hófst. Þannig að eins manns, er annars manns brauð. Og það var hins vegar Guðmundur Pálsson sem sýndi með eindæmum góða takta í þessari keppni. Mjög nettur ökumaður og hann náði sigri hér. Og þegar 3 umferðum var lokið voru 3 mismunandi sigurvegarar. Ásgeir Jamil Erlandsson í fyrstu umferðinni, Sigurður Arnar Jónsson, heimsbikarmeistari frá í fyrra í annarri umferð, það er að segja Ásgeir Jamil í fyrstu, og síðan Guðmundur Pálsson í 3. umferðinni, á meðan aðrir keppendur voru í þessu eins og Gunnar Gunnarsson. Þessi velta var lítil en Ragnar Róbertsson reyndi við þessa brekku fyrstur allra og reyndi af alefli. Hér vantaði hins vegar meira grip og aðeins meira afl til þess að ná upp þeim hraða sem þarf til þess að ljúka við bröttustu börðin. Og meðan að bifreið Ragnars var fjarlægð þá mættu þeir í brekkuna Gísli Gunnar Jónsson, Einar Gunnlaugsson og Haraldur Pétursson til þess að skoða hvort þetta væri mögulega fært. Haraldur Pétursson reyndi fyrstur en hann velti á upphafsmetrum í þrautinni og því reyndu hinir 2 ekki og það var komið að næst síðustu brautinni og Rafn Arnar Guðjónsson, vinur minn og skólafélagi, hann skemmti áhorfendum eins og honum er einn í lagið. Hér er Haraldur Pétursson, gríðarlegt afl í þessum bíl og Haraldur fer léttilega hérna upp og þá er það Gísli Gunnar Jónsson. Það var ekki átt sérstaklega góðu gengi að fagna, allavega ekki náð sigri í keppni þegar hér var komið sögu. Stekkur hins vegar hér upp á og Einar Gunnlaugsson. Já, klárar þetta. Vel gert hjá Einari, komið 1550 stig og þá var það Gunnar Pálmi Pétursson á götubíl. Við sjáum að dekkin eru aðeins minni en það kemur ekki að sök. Afburðagóður bílstjóri frá Höfn í Hornafirði og Ásgeir Jamil Erlandsson lenti í vandræðum með vélina hjá sér og hafði ekki afl til þess að fara hér upp. Og Helgi Sjött fór hér upp á þrátt fyrir að hann dræpi á. Og þá var það Sigurður Arnar Jónsson sem að var í einhverju vandræðum með vélina þannig að hún hikstaði annað slagið og drap á sig sérstaklega þegar mjög bratt var. Og svo var það Guðmundur Pálsson og augnabliks hik þarna gerir það verkum að hann hefur ekki hraðan til þess að fara hér upp en það kom hins vegar ekki að sök. Hann var með forystu þegar hér var komið sögu og náði sigri í þessari keppni. 3 sigurvegarar úr 3 umferðum. Er þetta það sem þú bjóst við í morgun? Nei, ekki alveg. Og hér er lokastaðan. Guðmundur Pálsson 1900 stig, Sigurður Arnar Jónsson 1840 og Gísli Gunnar Jónsson í 3. sæti með 1840 stig. Og við förum í 4. umferð.
Og hér höfum við Guðmund Pálsson. Guðmundur, ertu undir álagi í dag? Já, ég verður að segja það. Svolítið stress? Já, mikið. Er það ekki bara þér sjálfum að kenna það sem að þú sigraðir í síðustu keppni? Jú, þetta er sjálfskapað viti. Hverja telurðu möguleika þinn að vera hérna í dag? Já, ég veit það ekki. Stefni á 5. sæti til þess að byrja með, svo vinna svo. Gísli Gunnar Jónsson mætti á kókomjólkinni fyrirverandi nú orðin Arctic Trucks. Hann gerði samning fyrir þessa keppni við Toyota umboðið og ber nú auglýsingar frá þeim eina aðila, Arctic Trucks. Hann er hér í fyrstu þraut og læði sér hérna upp fyrir þetta dekk, tapaði hans 40 stigum þarna á þessu bakki og upp á fer hann og fær 230 stig fyrir þessa þraut og þá er það Einar Gunnlaugsson. Keppendur voru ræstir í allt sumar í þeirri röð sem að úrslit Íslandsmótsins í fyrra bjöggu til. Þannig að Einar Gunnlaugsson hafði alltaf þá stöðu að geta ekið á eftir Gísla Gunnari Jónssoni. En þá var hins vegar Guðmundur Pálsson sem var með 590 stig eftir 2 þrautir og Gunnar Gunnarsson sem stálu senunni í upphafi þessarar keppni. Gunnar Gunnarsson á götubifreið náði forystunni hér, var með 600 stig, fullt úr stiga eftir fyrstu 2 þrautirnar í þessari keppni sem framfór við Stapafell á Reykjanesskaga og keppnisaldarar voru Akstursíþróttafélag Suðurnesja. Gunnar Gunnarsson sjáiði, hann leiðir hér, hann er á götubíl. En þegar að líða tók að keppnina þá fóru nú menn aðeins að þreytast og fóru að gera mistök. Sigurður Arnar Jónsson hann sleppur með þetta. Gunnar Guðmundsson geysilega ánægður með að hitta á skiltið. Og þá er það Gísli Grétar Sigurðsson úr Grindavík að Komatsu aðeins of lengi á gjöfinni og fer hér á toppinn. Hrafn Arnar Guðjónsson. Þetta getur enginn um hann. Og Daniel G. Ingimundarson. Stundum er vélinn í lagi og stundum ekki, er komið hérna 570 stig og Elmar Þór Magnússon á Alpín sprengjunni hér eins og hún hét. Benedikt Ásgeirsson fetar í fótspor Rafns Arnars og þetta er fyrirverandi bifreið, þetta er bifreið sem Haraldur Pétursson átti á sínum tíma og varð Íslandsmeistari á og svona var torfæran í gamla daga en fjöldinn allur af áhorfendum mætti til þess að fylgjast með þessari keppni í blíðskapar veðri og það var Gísli Gunnar Jónsson sem náði sigri í þessari keppni og geysilega vel í síðustu þrautinni sem var tímabraut. Og rétt eins og meistara sæmir og aðeins einu umferð eftir. Nokkuð góð staða fyrir síðustu umferðina? Já, hún er ágætt. Þú ert með 9 stiga forskot á Einar Gunnlaugsson. Já. Það þýðir hins vegar að ef þú lendir í 4. sæti í keppnina á Hellu en Einar Gunnlaugsson sigrar þá mun hann verða Íslandsmeistari. Við hefum enga trú á því að svo verði. Við sjáum lokastöðuna í 4. umferðinni. Gísli Gunnar Jónsson sigrar, Sigurður Þór Jónsson varð í öðru sæti, Einar Gunnlaugsson í 3. og Sigurður Arnar Jónsson í því 4. Og þá var staðan þessi í Íslandsmótinu. Gísli Gunnar, Einar og Sigurður Arnar áttu 3 möguleika á Íslandsmeistaratitli og síðan voru 2 keppendur sem áttu möguleika í götubílaflokki. Síðasta umferðin fór fram á Hellu og þið sjáið að það er Gunnar Pálmi Pétursson og Ásgeir Jamil Allansson sem berjast titilinn í götubílaflokki en áður nefndir 3 Gísli, Einar og Sigurður börðust titilinn yfir heildina. Og eftir 3 brautir í þessari keppni þá voru það aðeins Ásgeir Jamil Allansson og Gísli Gunnar Jónsson sem voru inn á lista yfir 7 efstu menn í þessari keppni. Slagurinn var í algleymingi. Gísli Gunnar Jónsson hefur áður brennt sig á því að honum hefur gengið illa í síðustu umferðinni á Hellu. Tapaði hann
af Íslandsmeistaratitli ef ég man rétt 1995 strax í fyrstu braut á Hellu þegar hann braut allt undir bílnum sem hann brotið gat. Og hér er Arnar Guðjónsson. Tækir nú vel eftir hvað stendur þarna á botplötunni á bílnum hjá honum. Þarna stóð úps. Það er aftur. Úps. Sama orðið og kynnir á Microsoft kynningu, alheimskynningu notaði þegar að tölvan fraus, þegar hann ætlaði að sýna hversu gott stýrikerfið væri. Þetta var frægt á netinu. Hér er það Gísli Gunnar Jónsson á þessu skemmtilega keppnisvæði sem er allt öðruvísi heldur en önnur keppnisvæði. Hér er ekkert grjót, bara sandur og þar er ekki vatnið og mýrin. Og hér fer Gísli Gunnar Jónsson upp á. Þá er það Einar Gunnlaugsson. Það er eins og að hann skil ekki fullu afli. Þetta er aflmesti torfæru bíllinn í hestöflum talið og torki. Það gæti hugsanlega verið að bíll Haraldar sé aflmeiri miðað við kílófjölda. En ekki fer Einar hér upp á þrátt fyrir allt aflið. Þarna þurfti smá hraða og þá var það Gunnar Pálmi Pétursson sem var að keppa við Ásgeir Jamil Allansson meistaratitilinn í götubílaflokki. Hér vantar einfaldlega betra grip. Og að sjá hvort að Ásgeir Jamil Allansson sem var í 3. sæti eftir 3 þrautir komist hér upp á. Tekur nú þarna á sig 50 refsistig og grefur sig síðan hérna niður, komin út úr braut. Átt að vera fyrir ofan dekkin þarna. Það munar geysilega miklu á þessum dekkjum og ausunum. Það er aldrei að gefast upp. Aldrei. Það munar geysilega miklu á þessum dekkjum og dekkjum sem að sérútkomuflokkurinn notar. Mun stærri skóflurnar í dekkjum sérútkomuflokksins. Sigurður Arnar Jónsson var að keppa við Einar Gunnlaugsson og Gísla Gunnar Jónsson Íslandsmeistaratitilinn. Og þeir áttu sína möguleika, Sigurður Arnar Jónsson og Einar Gunnlaugsson, því að Gísli Gunnar Jónsson var ekki alveg í toppnum, ekki 1, 2 og 3. Þannig að Gísli, eins og kom fram hér áðan, þurfti að vera í 4. sæti og Einar Gunnlaugsson hefði þurft að ná 1. sætinu til þess að ná sigri. Og svo er komið að vatninu næst síðustu þrautinni og þar siglir Gísli Arctic Trucknum hér yfir vatnið við mikinn fögnuð fjölmargra áhorfenda. En í þessari sömu þraut þá fóru allar sigurvonir Einars Gunnlaugssonar á kaf hér þegar að bifreiðin drap á sér í vatninu og sömu sögu var að segja af Sigurði Arnari Jónssoni. Hann drap einnig á hér á fyrstu metrum í ánni og það var því orðið nokkuð ljóst að Gísli Gunnar Jónsson var að ná Íslandsmeistaratitli. Ásgeir Jamil Allansson missir hér undan vinstra afturhjólið á þess að gera sér grein fyrir því. Og þar sem að driflæsingar eru 100% í þessum bílum og læsingin á milli fram og aftur er líka 100%, þá kemur þetta ekki að sök. Það er áfram átak á hjólunum. Ásgeir Jamil skildi ekkert í því af hverju bílinn hegðaði sér svona einkennilega og vildi bara fara eitthvað. Og hann gerði sér ekki grein fyrir því fyrir hann kom út úr bifreiðinni að það vantaði undir annað afturhjólið. Og þetta var til hagsbóta fyrir Gunnar Pálma Pétursson sem hefur gert gaggjara breytingar á Fordinum sínum, doktornum eins og hann kallar hann. Og Gunnar Pálmi Pétursson hreppti Íslandsmeistaratitilinn í götubílaflokki. En sigurvegari í 5. og síðustu umferðinni varð óvænt Gísli Grétar Sigurðsson á Komatsu. Honum tókst það sem að
er keppikefli hjá flest öllum torfæruökumönnum, það er að komast mýrina á enda. Það var bara rétt svo að hann kæmist alla leið. En sigur hans féll svolítið í skuggan af Íslandsmeistaratitlum sem að náðust í þessari keppni. Fjölmargir áhorfendur voru á bandi Gísla Gunnars Jónssonar. Gísli Gunnar kemur frá Þorlákshöfn og það hefur verið athyglisvert hvað Gísla varðar í torfærinni að honum fylgir mjög stór hópur áhorfenda sem að hvetja hann áfram úr fagnunum og halda uppi merki þess sem sér til þess að Gísli Gunnar Jónsson getur tekið þátt í torfærinni. Hér fagnar Gísli Grétar Sigurðsson sigrinum og þetta var síðasta umferðin í Íslandsmótinu en það var einnig keppt í bikarkeppni Formula Offroad Open eins og það hét og heitir sem að er fyrirrennari þess sem að gerast skal á komandi árum að það verður keppni, Evrópukeppni í þessari grein og stefnt að því að hún hefjist strax í apríl þó í síðasta lagi í júní á næsta ári. Keppt verður þá 5 sinnum hér á landi en 4 sinnum erlendis og smátt mun þetta þróast í þá átt að aðeins 2 keppni fara fram á Íslandi í þessari Evrópumeistarakeppni Formula Offroad Open en hinar 10 munu fara fram í 10 þjóðlöndum Evrópu.